Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum út villur í mælingum. Nammi verksmiðja selur súkkulaði í 200 g af pakningum. Einn daginn fór óvart 209 g í hverja pakningu. Hvað fór mikið að auka súkkulaði í þessar pakningar ef það voru framleiddar 3000 pakningar einn daginn? 9 g af súkkulaði er ekkert mikið, en ef við gerum þetta 3000 sinnum, þá er þetta náttúrulega 9 g, 3000 sinnum, þá margföldum við með 3000, það er 27.000 g. Það eru 27 kíló af súkkulaði. Svona pínu gaman að velta því fyrir sér, hvað gæti þetta dugað í margar 200 g pakningar? Þá þurfum við bara að deila með 200 og þetta væru 135 pakningar. Svo sem ég get spurt að því, minnst það bara gaman að velta því fyrir mér. En þetta er ansi mikið af súkkulaði sem færi til spillislóta í fljótu bragði virðist ekki vera mjög mikil villa, en hún vindur upp á sig. Og það er nefnilega oft þannig, en það er oft miðað við að við séum með 5% mæliskekkju, og til þess að reikna út hvað 5% mæliskekkja er, þá þurfum við að finna 5% af stærðinni sem við erum með, 0,05 breytum prósentunum í tugabrót, sinnum 20, það er í þessu tilfelli 1. Þannig að ef við varum að mæla 20 metra með 5% mæliskekkju, þá er skekkjan 1, þá er sem sagt 1 niður og 1 upp, á því til pluss og mínus. Þannig að við værum með nákvæmni hér upp á 19 til 21 metra. 20 metra mæling er eitthvað staðar á þessu bili miðað við 5% mæliskekkju. Þetta gerum við nákvæmlega eins, 0,05 sinnum 3000, og nú kemur í ljós að þegar við leið og tölurnar stækka, þá náttúrulega stækkar mæliskekkjan líka. Og þetta er alveg heilir 150 kílómetrar. Og það þýðir að þetta er mæling upp á 2850 til 3150 kílómetrar. Þrír millimetrar, gerum þetta nákvæmlega 0,05 sinnum 3, og þessu kemur 0,15. Þannig að þetta er eitthvað stærra á bilinu 2,85 til 3,15, og þetta voru millimetrar. En hvaða áhrif hefur þetta á flatarmál? Það er örlítið lengri útreikningur en samt ekkert mjög flókin. Þá þarf ég að skoða hver eru skekkjumörkin á 3,8, og ég ætla að gera það hérna fyrir 0,05 sinnum 3,8. Ég þarf líka að gera það vinatöluna 0,05 sinnum 14,3. Ég slæði þetta bara inn í vasareikni og ég fæ að þetta er 0,19 og þetta er 0,72. Virka ekki stóra tölur, en við skulum sjá hvaða áhrif þær í raun og veru hafa þegar við förum að reikna flatarmál. 0,19 í skekkjumörk þýðir að við erum með tölu eitthvað staðar á bilinu 3,61 til 3,99, og hinum megin erum við með tölu eitthvað staðar á bilinu 13,58 til 15,02. Og núna þarf ég í raun að reikna hvert er minnsta flatarmáli sem ég get fengið, sem er að skoða þá minni tölunar báðum megin, 3,61 sinnum 13,58. Út úr þessu fæ ég, þegar ég námunda, 49 fermetra. En ef ég tek stærri tölunar og markvalda þær saman, 3,99 sinnum 15,02, þá fæ ég það bil 60 fermetra. Og því sjáu, það er 11 fermetra munur.
Þetta bara gæti verið, þetta meira sem verið eitthvað mjótt herbergi, ef þetta verið herbergi, pínu langt, en þetta ekki stórt rými, samt 11 fermetra munur á lægstu tölu og þeirri hæstu sem ég gæti fengið út miðað við 5% mæliskekkju eða 5% skekkjumörk.